Nýlega gaf framkvæmdastjórn ISÍ út ályktun þar sem þau saka okkur að líða ofbeldi innan okkar félags. Þetta gera þau í kjölfar múgæsings á Facebook. Þau leita engra frekari upplýsinga áður en þau gefa út sína ályktun. Þau misbeita valdi sínu og draga ungar konur og stúlkur inn í opinbera umræðu án þess að tala við þær. Þau ræna þær röddinni og taka af þeim valdið yfir þeirra eigin sögu. Að hunsa þær með þessum hætti ekkert annað en vanvirðing. Óprúttin og ófagmannleg vinnubrögð ættu ekki að vera samtökum eins og ISÍ sæmandi. En þessi vinnubrögð komi samt ekkert á óvart, þar sem Lárus Blöndal þar í broddi fylkingar. Kemur mér á óvart að enginn í 16 manna framkvæmdastjórn ISÍ krefjist þess að þau vinni eftir eigin starfsreglum og fái öll gögn málsins og tíma til að kynna sér þau. Í þessu tilfelli átti það alls ekki við. Múgæsingurinn hefst á Facebook 29. janúar. Þau funda 30. janúar og samþykkja samhljóða ályktun sem þau gefa út 3. febrúar. ISÍ í mjög mikilli valdastöðu gagnvart okkur og þau hafa sýnt af sér síendurtekna hegðun yfir margra ára tímabil sem að mínu mati flokkast sem einelti eins og það skilgreint í lögum samskiptaráðgjafa. Mér finnst það mjög alvarlegt mál þegar samtök eins og ISÍ sem eru mjög valdamikil í íslensku samfélagi eru auk þess framseld völd frá íslenska ríkinu skuli leyfa sér þessi vinnubrögð. Í 18 mánuði beittu þau valdi sínu gegn okkur og fylgdu ekki eigin starfsreglum við meðferð aðildarumsóknar okkar. Þau hunsuðu allar okkar óskir ábendingar og leiðbeiningar, oft í marga mánuði í senn. Þetta gerðu þau þrátt fyrir margar tilraunir hjá okkur til að hringja og senda tölvupósta. Þegar 10 mánuðir hafa liðið sendum við Líneu framkvæmdastjóra ISÍ tölvupóst sem hún þorir ekki að svara. Hún hringir tilbaka og segir að það sé Lárus Blöndal sem sé að stoppa málið. Hún gubbar einnig upp úr sér að ISÍ hafi fundist óheppilegt að til væri félag eða fyrirtæki með svipað nafn. Það sé þó ekki bannað. Síðan heyrist ekkert frá þeim í marga mánuði. Við látum það félag breyta nafn. Framkvæmdastjóri IBR segir að það muni skipta máli fyrir framhald málsins. Síðan heyrist aftur ekkert í 3 mánuði. Í byrjun mars 2021 ákváðum við að breyta stíl í samskiptum okkar við ISÍ og IBR. Við sendum þeim formlegt harðvort bréf og óskum eftir fundi. Við sendum einnig kvörtun til umboðsmanns Alþingis. Þá Lárusi Blöndal orðið ljóst að við ætlum ekki að láta hunsa okkur í 18 mánuði, án þess að tilgreind sé ástæða eða rökstuðningur. Allan þennan tíma hafði ISÍ aðeins einu sinni komið með formlega ábendingu til okkar, 15 mánuðum áður. ISÍ það fullljóst að við uppfyllum öll skilyrði til þess að vera félag í ISÍ. Þau vita líka fullvel að það borgar sig ekki fyrir þau að koma og kynna sér starfið okkar. Þau vilja fá að trúa því að það sé eitthvað misjafnt í gangi þarna, af því að það hentar þeirra narratifi. Síðan haldið körfuknattleiksþing. Lárus Blöndal stígur þar í pontu og tekur fyrir Brynjar Karl og talar að ISÍ skorti leiðir og tæki til þess að stöðva mann eins og hann. Hvorki hann né ISÍ sáu samt ástæðu til að bregðast við vinnu nokkurra þjálfara í Aþenu þar sem þau varpa ljósi á kynferðisofbeldi innan íþróttahreyfingarinnar. Þá það orðið kýrskýrt fyrir okkur að Lárus Blöndal ætlaði aldrei að hleypa okkur inn í ISÍ. Hann ætlaði heldur aldrei að gefa okkur nein formleg svör. Hann ætlaði bara að tefja málið og vonast þess við myndum gefast upp. Trúði hann því virkilega að við myndum gefast upp? Að við sem erum með allt okkar 100% á hreinu, þar sem allt opið hjá okkur, vitum ekki fyrir hvað við stöndum og vitum ekki hvað í gangi inn í okkar félagi. Trúir hann því virkilega að við vitum ekki af hverju ISÍ hefur engan áhuga að kynna sér starfið okkar? Trúir hann því ekki að við vitum ekki hvað ISÍ og hann að gera með því að koma ekki á staðinn í 18 mánuði? Þegar hér komið sögu orðið alveg ljóst að við þurfum að fara með málið í fjölmiðla til að varpa ljósi á vinnubrögð og framkomu ISÍ og til að fá svör frá þeim. Vésteinn Sveinsson sem þjálfari hjá okkur fer í Harmageddon og varpar þá ljósi á tvískinningin og blekkingarleikin sem að ISÍ að leika. Líney, framkvæmdastjóri ISÍ, kemur í fjölmiðla í kjölfarið með eftir á skýringar þar sem hún segir til dæmis það sem hafi tafið málið síðustu 18 mánuði sé kvikmynd sem kom það út fyrir mánuði síðan. Við förum síðan á fund með fulltrúum ISÍ. Þar mæta þau okkur frekar lúpuleg enda vita þau alveg upp á þessu sökina. Þau vita hvernig vinnubrögðin hafa verið og þau vita að þau hafa skitið upp á bak. Þau vita að þau hafa ekki fylgt eigin starfsreglum. Og í staðinn fyrir að viðurkenna það koma þau með enn fleiri eftir á skýringar. Eitthvað sem þau komu aldrei með formlega til okkar. En við heyrðum samt pískur og urðum við. Að lokum umsóknin samþykkt með 3 minniháttar athugasemdum. Á þessum fundi tekur Lárus Blöndal mig sérstaklega fyrir. Hann segir þú berð ábyrgð á þessu. Eins og það að slá mig eitthvað út af laginu. Eins og ég viti það ekki og eins og ég treysti mér ekki til að bera ábyrgð á starfinu okkar. Hann segir svo hótandi og ógnandi munu fylgjast með mér og okkur. Ég segist að sjálfsögðu fagna því að þau ætti loksins eftir 2 ár að fara að kynna sér starfið okkur. Þau hafa hins vegar ekki komið í 4 ár. Né sent tölvupóst, né hring. ISÍ vill nefnilega ekki kynna sér starfið okkur. Þau vilja að veruleikinn sé einhver annar en hann er. 10 mánuðum eftir að Aþena kom inn í ISÍ þá óskar Brynjar Karl eftir því
að fá að hitta Lárus á fundi og hreinsa loftið. Þar viðurkennir Lárus að hafa ekki kynnt sér málin. Hann segist bara hafa að apa upp eftir Hafrúnu sem íþróttasálfræðingur í HR og Víði sem íþróttafélagsfræðingur í HÍ. Þeir fara einnig yfir ýmis önnur mál. Lárus viðurkennir að sambandið hafi ekki staðið sig vel þegar kemur að MeToo-málum. Hann viðurkennir að þau hafa ekki fylgt eigin reglum þegar mál hafa komið upp. Mér sem akademíur finnst mjög sorglegt hvernig prófessorunum finnst í lagi að gengisfella akademískt starf og hola það innan með framkomu sinni. Með því að misnota titlana sín og gráðurnar, með því að setja sjálfan sig á stall þar sem þau eru ósnertanleg í samfélagsumræðinu. Að loknum þeim fundi lítur út þegar loftið hafi verið hreinsað. Síðan líða 3 ár. Lárus Blöndal var ekkert hættur. Á 4 árum stóð hann ekki við stóru orðin og kynntist sér starfið. Hann beið bara eftir tækifærinu til að ráðast á okkur. Í miðjum múgæsing stekkur hann fram og tekur alla framkvæmdastjórnina með sér. Í krafti ISÍ tekur hann undir allar ásakanir og ofbeldi. Þau gleyma því hins vegar að þegar æðsti aðili frjálsrar íþróttastarfsemi í landinu ber einstaklinga þungum sökum, þá ætti þau að gæta þess að sannleikurinn sé með þeim í liði. Framkvæmdastjórnin ætti sem sagt að fylgja eigin starfs- og siðareglum og kynna sér málin og sérstaklega ræða við meinta þolendur. Til að setja í samhengi hversu mikið vantar í þetta lið í framkvæmdastjórn ISÍ, þá mikilvægt að átta sig á því að ályktanir framkvæmdastjórnar eru ekki venjulegar fréttir sem eru birtar á heimasíðunni og ekki heldur skoðun eða túlkun Lárusar eða einstakra starfsmanna á skrifstofunni. Ályktunir texti sem samþykktur samhljóða á framkvæmdastjórnarfundi og gefin út orð fyrir orð í nafni allrar framkvæmdastjórnarinnar. Í 12 ára forsetatíð Lárusar Blöndal hafa aðeins verið gefnar út 3 slíkar ályktanir. Stríðið í Úkraínu, þjóðarleikvang og Brynjar Karl. Er það virkilega svo að í rúman áratug hefur ekkert annað í íslensku íþróttalífi verðskuldað slíka ályktun? Eða er Lárus Blöndal mögulega svo heltekin af Brynjari Karli að hann er ófær gagnrýna hugsun þegar Brynjar Karl ber á góma? Ég sendi erindi á ISÍ þar sem ég óska eftir að þau hitti leikmennina sem ræður í ályktuninni. Biðji þær afsökunar og dragi ályktunina tilbaka. Þeim finnst það óþarfi. Þau fullyrða að ályktunin beinist ekki að einstökum aðilum, þrátt fyrir að vísa í einstakt atvik og þrátt fyrir að RÚV segi berum orðum að verið sé að tala Brynjar Karl. Ég hef ekki séð þau leiðrétta þá frétt. Ég hef einnig séð á Facebook að aðilar í framkvæmdastjórninni deila og líka við færslur sem að sýna með óyggjandi hætti að þau voru að vísa til Brynjar Karls. Aðilar í framkvæmdastjórninni ganga jafnvel svo langt að fullyrða að ofbeldið sem þau telja að Brynjar Karl sé að beita leikmenninu okkar sé ofbeldi í sinni grófustu mynd. Framkoma ISÍ er ekki aðeins forkastanleg, heldur viðhafa þau einnig mjög sloppi vinnubrögð. Vinnubrögð sem eru þó á pari við það sem búast má við á Lárusi Blöndal. Arfleið hans víðar en í ISÍ, til dæmis í bankasýslunni, einkennist nefnilega af mjög óvönduðum vinnubrögðum. Í hvert skipti sem ég kíki inn í Austurberg þá sé ég þar fjöldan allan af glöðum og kátum stelpum á æfingu. Nú æfa hjá okkur yfir 100 stelpur og við erum með 8 kvenþjálfara. Við höfum á mjög skömmum tíma lyft grettistaki í málefnum hverfisins. Það er leitun að annar eins innspýtingu í íþróttastarfi hverfinu sem raunar hefur verið í frjálsu falli árabil. Önnur eins uppbygging hefur heldur ekki sést í kvennaboltanum á svo skömmum tíma. ISÍ hefur engan áhuga á börnum í hverfinu vegni vel. Í stað þess að koma í heimsókn og kynna sér starfið og hvernig það hefur byggt upp og mögulega læra eitthvað nýtt, þá velja þau að reyna að rífa það niður. Ég samþykki það ekki hljóðalaust. Byggt á þessari reynslu af framkomu ISÍ undanfarin ár, þá get ég ekki annað en dregið þá ályktun að það vanti eitthvað verulega mikið í þetta fólk. Annaðhvort er það einfaldlega illa innrætt eða svo heimst að það lætur Lárus Blöndal draga sig svona áfram á asnaeyrum. Enginn hjá ISÍ hefur nokkuð tíman sýnt áhuga á uppbyggilegu samtali. Það eru 16 manns í framkvæmdastjórninni og 17 manns sem vinna á skrifstofunni. Til hvers er allt þetta fólk? Eiga þau ekki að sinna grasrótinni sem leggur grunninn að öllu þeirra starfi? Án grasrótarinnar væri ekkert íþróttastarf í landinu.